Norðlenska nautakjötið, uppskrift á góðu kvöldi. Háskólinn á Akureyri eini skólinn sem býður upp á fjölmiðlafræði til BA-prófs. Flestir af þeim sem velja námið fara í framhaldinu að vinna á fjölmiðlum. Nemendur vilja því praktíska áfanga sem undirbúa þá undir stökkið á atvinnumarkaðinn. Ég ber ábyrgð á námskeiði sem heitir ljósvakamiðlar og það þá er verið að kenna útvarpsmennsku og sjónvarpsmennsku og það hefur verið að breytast frá ári til árs hvernig við gerum þetta. Upphaflega var þetta náttúrulega staðarnám en núna er þetta í raun og veru byggt upp í lotum og að hluta til sem fjarnám og þá er það spurning hvernig hægt að læra útvarp og sjónvarp í fjarnámi. Það er nú allt hægt þegar maður reynir og við tökum allan fræðilega þáttinn áður þau komið í fyrstu lotu, þannig að þau eru búin að lesa bækurnar og kynna sér efni á netinu, þannig að þá getum við nota tíman með þeim í svona hands-on vinnu, þannig að þá eru þau að búa til sjónvarpsefni og útvarpsefni, bæði inn í skólanum og eins í góðri samvinnu við miðlana hér á Akureyri. Því við erum alltaf svo heppin að eiga bæði RÚV og ekki síður N4 og við höfum núna undanfarin ár þróa mjög áhugaverða samvinnu með þessum miðlum hér. Og það gerir þetta nám spennandi og gefur nemendum ómetanlegt tækifæri. Fjölmiðlamarkaðurinn í dag, þörf fyrir menntuðum fjölmiðlafræðingum? Já, hún hefur aldrei verið meiri. Við erum núna með miklu fleiri miðla, það eru bæði fleiri útvarps- og sjónvarpsstöðvar og eins líka náttúrulega allir samfélagsmiðlarnir, þannig að það er alveg hreint endalaust þörf fyrir gott fólk. En í grunninn er þetta svo sem alltaf sömu fræðin, þau þurfa að kunna skrifa, þau þurfa að kunna tala og þau þurfa að kunna miðla því, þannig að í grunngildin er alltaf þau sömu í náminu hjá okkur, þó svo að tækifærin breytist og miðlarnir breytist. En hvaða þýðingu hefur samstarf fjölmiðlafræðideildarinnar og staðarmiðla fyrir námið? Án þess að eiga samstarf og gott samstarf við miðlana á staðnum þá væri við ekki neitt. Við getum ekki bara verið hér innan dyra og loka okkur hér inni. Þannig að það er mjög mikilvægt fyrir okkur að fá samstarf við miðlana á staðnum og eins líka held ég að sé mjög æskilegt fyrir miðlana að fá samstarf við okkur og geta þá þess vegna til dæmis fiskað inn nýtt gott fólk eins og til dæmis þig. Ég man ekki betur að þú hafi verið hér innan dyra að læra en nú ertu komin í hitt hlutverki og farin að hlýða mér yfir. Segðu okkur aðeins frá þessum áfanga ljósvakamiðlum. Hvernig verkefni eru það að vinna í þessum áfanga? Þetta verkefni sem við höfum unnið núna í ár með N4, það er einstaklingsverkefni. Nemendur þurfa að finna sér viðmælanda og að þessu sinni þá tókum við ferðamál á Norðurlandi eingöngu fyrir. Áður höfum við verið með svona bara austur- og vesturverkefni, einn að tala hundarækt og annar íshokki, þannig að það hefur verið svona bara það sem þau hafa viljað. Núna byggum við til tema og byggum til einn þátt úr þessu og hann verður sýndur núna hádegisbilið á sumardaginn 1. Og þar eru nemendur að sjá sig í sjónvarpi í fyrsta sinn og ég veit þau bíða mjög spennt og eru búin að tilkynna ættingum hvenær þetta verður á dagskrá, þannig að það verður örugglega gott áhorf á þennan þátt ferðamál á Norðurlandi núna sumardaginn 1. Hvernig taka nemendur í þessa verklegu áfanga? Þeim finnst þetta mikil áskorun og það eru alltaf einhverjir nemendur sem kvíða rosalega fyrir þessu og halda ég alveg hreint myrkur en lífið, en ég hef nú ekki drepið neinn en þá og ég hef fengið mörg bréf eftir að þessu námskeiði lýkur þar sem að nemendur segjast hafa fundið hvernig þeir voru að vaksa við þessa, að fara út til þessum þægjandaramma, standa allt inni fyrir fram að myndavél, þurfa að segja frá sjálfum sér, þurfa að taka viðtölu fólk sem það þekkir ekki neitt, þurfa að hringja og segja, heyrðu, væri þú til að koma í viðtali á N4, þannig að þetta er svona áskorun og ég veit þau vilja meira á svona praktísku, þannig að ég vona í framtíðinu þá getum við boðið upp á fleiri námskeið sem eru svona það sem verklega námskeið í fjölmiðlafræði. Að líta upp á bókunum og vinna verklegt, það er það sem maður er að gera á markaðinum. Nákvæmlega og það að lesa bækur og læra hvernig á að gera hlutina, það kemur aldrei í staðinn fyrir það að fá að prófa og fá að vera með fólki sem hefur reynt og kann og hér í skólanum erum við með úrvalslið sem að getur kennt og við erum í nánu samstarfi hér við kennslumiðstöð og hér er fólk sem að kann allar þessar græjur sem að koma sífellt nýjar og nýjar, þannig að við erum held ég að bjóða upp á flott námskeið og sendum fólki með svona nýja reynslu og nýja dýpt út úr skólanum.
Nú nefnir að námið hafi tekið töluvörum breytingum á stuttum tíma og mikill tækjabúnaður bæst í safnið. Hvernig sérðu næstu ár í þessu námi? Ég held að þetta sé bara byrjunin og að þetta er að þróast áfram endalaust vona ég og ég vona líka að við getum boðið upp á fleiri námskeið þannig að þau geti því að eitt námskeið með útvarp og sjónvarp, það er alveg ljóst að þau eru ekkert orðin útlærð í þessu miðlum þannig að það er þörf fyrir miklu meira og en þetta er alltaf svona þessi glíma fjölmiðlafræði versus blaðamennska, hvað erum við í raun og veru að gera á þessari línu og en ég held að það megi taka svolítið af fjölmiðlafræðinu og setja meira inn að þessu praktiska sem við getum þá kallað fjölmiðla eða blaðamennska. Ég vildi gjarna sjá þá breytingu og ég held að nemendur myndi fagna því þeir vilja fá að reyna og spreyta sig og fá bara staðfestingu á því að þeir hafi lært eitthvað nýtt. Framtíðin á fjölmiðlamarkaði, hvernig er næsta kynslóð fjölmiðlafræðinga? Ég held að vinni miklu meira á samfélagsmiðlum og við þurfum verulega að bæta blaðamennsku á samfélagsmiðlum og leggja meiri áherslu á að vinna vel þar. Það hefur gjarnan verið að samfélagsmiðlarnir hafa verið svona afgangsstærð og það er ekkert voðalega langt síðan að RÚV var til dæmis með útvarp og sjónvarp og svo var þarna eitthvað sem hét netið og það eru ekki nema held ég 4-5 ár síðan að RÚV tók það stefnu að þessi 3 miðlar væru jafn gildir sem sagt að netið og útvarp og sjónvarp þeir væru ekki, netið væri ekki svona the underdog í þessu heldur væri hann bara fullgildur miðill og við þurfum þá líka að fara að sinna þessum miðlum betur heldur en við höfum gert og kannski leggja meira áherslu á þá í þessu fjölmiðlanámi hér. Norðlenska nautakjötið, uppskrift á góðu kvöldi.